Komið sæl og verið velkomin til þessar rafrænu kynningar þróun skólasvæðis á Hellu. Ég heiti Björk Grétarsdóttir og ætla að segja ykkur frá þeirri vinnu sem hefur farið fram þetta verkefni. Með mér Jón Sæmundsson ráðgjafi sem mun fara yfir mögulegar sviðsmyndir. Nú undanfarin misseri það hafa verið starfandi vinnuhópar á vegum sveitarfélagsins til þess að undirbúa frekari þróun skólasvæðisins á Hellu og bæði hefur þar hugað að undirbúningi á nýjum leikskóla og eins viðbyggingu við grunnskólann. Ætlunin var að efna til íbúafunda nú á útmánuðum með afrakstur þessara vinnu, þar sem helstu niðurstöður eru kynntar, auk þess sem færi fram samtal íbúa þetta þýðingarmikla mál. En vegna samkomubannsins, sem við þekkjum, hefur ekki reynst unnt að blása til íbúafunda eins og planið var og þess vegna gripu til þessa ráðs að hafa þessa rafrænu kynningu til þess að hægt var að halda áfram með þetta mikilvæga verkefni. Það voru settir á laggirnar 2 faghópar, eins og áður sagði, annars vegar kringum byggingu nýs leikskóla og hins vegar framtíðar húsnæðisþörf fyrir grunnskólann og samnýtingu þessara tveggja. Og við förum með það hér ásamt framtíðar hugmyndum þróun þessa skólasvæðis. Það var á 4. fundi byggðarráðs í október 2018 sem var samþykkt að fela sveitarstjóra að kanna fyrirkomulag til undirbúnings á byggingu nýs leikskóla og febrúar kom síðan fram tillaga að skipa skyldi faghópur til þess að vinna að þessum undirbúningi. Tilnefndir voru Björk Grétarsdóttir formaður Odda BS og Hjalti Tómasson var varamaður formanns, Rósalín Óskarsdóttir og Sigrún Björk Benediktsdóttir leikskólastjórar. Heimir Hafsteinsson var umsjónarmaður fasteigna, Haraldur Birgir Haraldsson skipulags- og byggingafulltrúi, Klara Valgerður Brynjólfsdóttir formaður foreldrafélags Heklukots, Haraldur Eiríksson og Margrét Harpa Guðsteinsdóttir úr byggðarráði. Og hlutverk þessa hóps að kynna sér nýlega framkvæmdir á þessu sviði og leggja fram tillögur til sveitarstjórnar hvaða útfærsla skyldi valin. Nú, þessi hópur fundaði og lagði fram nokkra punkta áður en skoðuðu nýja skóla eða aðra leikskóla. Og helstu áherslur þess voru að leggja áherslu á að það yrði byggður 6 deilda leikskóli með möguleika stækkun í 8 deildir síðar. Það er ekki talin til þess að leggja niður leikskólann á Laugalandi heldur að huga frekari stækkun hans í framtíðinni. Nú að staðsetning nýs leikskóla ætti að vera á núverandi skólasvæði á Hellu til þess að samnýta núverandi byggingar og aðstöðu og hafa samkomusal sem hentar bæði fyrir leik- og grunnskóla. Mötuneytið sé þar við hliðina sem þarf að vera stórt og aðgengilegt og nýta bæði fyrir grunnskólan og leikskólan og leiksvæðið þarf að vera með góðu rými. Nú, hópurinn fór í heimsóknir í þessa skóla. Þetta eru leikskólar og sumir þeirra með tengingu við grunnskóla. Það eru Rauðhóll og Krikaskóli í Mosfellsbæ, Dalsskóli í Úlfarsárdal, Undraland í Hveragerði, Álfheimar og Jötunheimar á Selfossi og Bergheimar í Þorlákshöfn. Eftir heimsóknina í þessa skóla þá voru helstu tillögur hópsins þessar dregnar fram úr þessa skýrslu og það var haldið áfram með það að skólinn skyldi vera 6 deilda með möguleika á stækkun í 8 deildir. Það skólabyggingin er á 2 hæðum. Starfsemi leikskólans er samnýtt með starfsemi grunnskólans. Það þarf að huga vel að hljóðvist í hönnun skólans. Stólar í mötuneytinu verða hjólum sem minnka hávaða og passa upp á slít á gólfum. Stigi milli hæðanna í samkomusal verði nýttur sem áhorfendapallur. Að skrifstofur stjórnenda verði samtengdar. Hiti verði í gólfi útidelda og það verði hiti í röralögnum vegg í stað þurrkskápa og tartan á útisvæði. Nú, það var síðan á 12. fundi byggðarráðs í maí 2019 þar sem kom fram tillaga að skipaður er starfshópur til þess að greina þarfir grunnskólans til framtíðar. Þar kom fulltrúar frá skólaráði grunnskólans til fundar og það var rætt hvernig best var að vinna máli áfram. Og niðurstaðan var að leggja til við sveitarstjórnar stofnaður yrði starfshópur þar sem þarfir grunnskólans eru metnar. Í þessum hóp eru sum fulltrúar frá sveitarfélaginu, en við þann bætast skólastjóri, Sigurgeir Guðmundsson satt fyrsta fundinn en síðan Kristín Sigfúsdóttir núverandi skólastjóri, Sigfús Davíðsson húsvörður og fulltrúar nemenda, foreldra og starfsfólks, Lovísa Björk Sigurðardóttir,
Hrafnhildur Valgarðsdóttir, Birta Huld Halldórsdóttir, Ingibjörg Þóra Heiðarsdóttir og Klara Viðarsdóttir. Og hlutverk þessa hóps að greina húsnæðisþörf skólans og móta tillögur til framtíðar og uppbyggingu skólans og leggja til við sveitarstjórn. Þessi skólahópurinn var að mestu leyti með sömu áherslur og leikskólahópurinn hvað varðar þessi sameiginlegu rými. Hann vildi skoða Krikaskóla og annan skóla sem byggður á hugmyndafræði Krikaskóla og Krikaskóli er leikskóli og grunnskóli samtengdir. Og það var Kerósskóli í Grímsnesi og skoðun á báðum þessum skólum studdi enn frekar við þessar megin áherslur hópsins. Tillögurnar voru, helstu tillögur skólahópsins eru hér neðan og þær voru unnar í nánu samræði við starfsfólk skólans. Það komu auðvitað fleiri atriði fram í skýrslunni en þetta er dregið fram hér sem helstu atriði. Það þarf að bæta við kennslustofum og minni rýmum, til dæmis sérkennslurýmum og viðtalsherbyggjum. Og það þarf að endurskoða aðstöðu og staðsetningu skóladagheimilisins, bæta vinnuaðstöðu kennara. Við myndum að flytja bókasafnið líka í nýja byggingu og nýta núverandi aðstöðu bókasafns fyrir lista og tækniver. Það tónlistarskóli báðum pláss í sameiginlegu rými og tónmenntastofa verði við hliðina á samkomusal. Og síðan þarf að huga því að smíðastofan sem nú er í selinu fái sinn fasta stað. Helstu forsendur til grundvallar sem horft var til við alla þessa vinnu var að sameina starfsemi menntastofnana á einn stað og sviðsmyndina hér eftir miða að þessu. Samþætta alla mennta- og íþróttastarfsemi á einum stað og gera þetta styrkja enn frekar þetta hjarta þorpsins. Að hafa íþróttavöll innan skólasvæðis, huga að umferðarskipulaginu og huga að hagkvæmni í uppbyggingu með samnýtingu bygginga. Síðan reyna að mynda skjól, huga að birtu, hvar sól og skuggi falla. Og til framtíðar litið þarf einnig að horfa til þess hvernig núverandi byggingar, eldri byggingar verða nýttar. Og þetta er svona það helsta úr niðurstöðum vinnu faghópanna og þessari skýrslu. En þar er auðvitað að finna ítarlegri útlistun og við hvetjum ykkur öll til þess að kynna ykkur þetta vel og senda inn ábendingar, hugmyndir og spurningar á heimasíðu sveitarfélagsins. Það er búið að útbúa sérstakt svæði fyrir þetta verkefni. Það er síðan áætlað efna til íbúafundar þegar samkomubann léttir og það sem er betur hægt að fara yfir málin, kryfja málin og þróa hugmyndina áfram, halda áfram með þetta þýðingarmikla verkefni og ráðs og í framkvæmdir. En nú ætlar Jón að taka við og sýna okkur mögulega sviðsmyndir sem byggðar eru á niðurstöðum þessara hópa. Takk fyrir Björk. Það sem að ég ætla að gera, eins og Björk segir, það er að sýna mögulega sviðsmyndir af hvernig mögulegt er að gera í uppbyggingu skólasvæðisins og þá ákvaðum við strax að horfa bæði inn á við og eins bara töluvert út á við. Það var rauninni ekkert heilagt þannig séð í byggingum eða mannvirkjum á svæðinu. En til að byrja með þá ætla ég að sýna ykkur hérna. Þetta er svæðið eins og það lítur út í dag. Þrúðvangurinn er okkar aðal akstursleið að skólanum og taka það fram að rauðu línurnar eru akstursleiðir og bláu línurnar eru gönguleiðir og svo eru rauðu punktanir, það eru svona söfnunarstaðir, innkomustaðir inn í byggingar. Þó séu örugglega einhverju fleiri en þetta er svona aðalstaðinir. Og eins og ég segi, Þrúðvangur og útskálar eru aðal aðkoma að íþrótta- og skólasvæðinu í heild, hvort sem er grunnskóla, gagnfræðaskóla og eða leikskólunum. Og svo náttúrulega íþróttamiðstöðinni. Og eins og við þekkjum öll að þá getur verið heilmikil umferðar, ég segi ekki teppa, en það er mikil umferð þarna Og eins og Hella hefur verið að þróast núna undanfarið, þá hefur íbúðabyggðin þróast í austur með þá
auknu umferðarálagi að skólanum fyrir þá sem keyra í skólan. Ásýndarmyndir, svona lítur svæðið út núna. Íþróttavöllurinn næst okkur og svo þær byggingar og inn á þessa byggingu vantar nýju bygginguna sem verið að reisa núna þessar myndir. Þetta svona myndir bara til að gefa hugmynd hvernig svæðið lítur út. Það til teikning og hugmyndir, bara hreinlega teikning af hvernig viðbygging við skólan var hugsuð og þá var gert ráð fyrir að bæta við austan á núverandi nýju bygginguna sem að myndi þá skaga þarna í norður. Þetta leysir ekki nein umferðarmál á svæðinu. Það áfram keyrt Þrúðvang og Útskála, hvort sem það eru nemendur eða kennarar eða annað starfsfólk. Og þannig að við ákvaðum það að svona horfa til fleiri möguleikar en þessi. Þá fórum við aðeins í hugarflug og þau núna nokkur sem koma hér á eftir og þetta svona gefur svona hugmynd starfsemina sem hefur farið fram í þessu, hvað við sæjum fyrir okkur. Hérna sjáum við eina að byggja inn á íþróttavöllin og þá yrði byggður nýr íþróttavöllur þarna fyrir norðan, þarna efst í horninu. En rýmin viðbyggingarnar, þær kæmu þá inn á völlin og þetta sem við köllum þarna miðrými, það yrði svona 1200 til 1300 fermetrar grunnfleti, en á efri hæðinni þar yrðu starfsmannaaðstöður fyrir leik- og grunnskóla og tónlistarskóla, en á neðri hæðinni þar yrði meðal annars eldhús, inngangur, þar yrði svona salur, þar yrði tónlistarrými, svið og svona til að nýta í sameiginlega samkomur. Með þessu myndum við fá alveg ofsalega stórar og rúmgóðar lóðir, hvort sem fyrir leikskólan eða grunnskólan, og aðkoman að þessum byggingum, við sæjum hana frá þingskólanum. Með tilheyrandi svona léttingu á umferð, eða það léttari umferð þarna útskálana. En þetta náttúrulega kostar það að það þarf að fara inn á íþróttavöllin og það eru fórnir við það. Og þetta svona eina af þeim hugmyndir sem að koma upp. Hérna sjáum við svona útfærslu af þessu í ásýnd. Og önnur slík hérna. Og ef við förum út í næstu, þá þetta svona álíka tillaga og síðasta, nema að það aðeins búið að breyta þarna staðsetningu leikskólans og færa leikskólalóðina, en við erum samt áfram að tala að færa völlin. Og inngangurinn, aðal innkoman yrði frá þingskólanum. Og hérna sjáum við svona ásýndarmyndir. Nú, þessi íþróttavöllur sem við sjáum þarna, þetta er álíka langur völlur og nú til staðar, en hann heldur breiðari. Núverandi völlur mætti vera breiðari fyrir fótboltan og hann sleppi, en þessi er svona í fullri stærð. Þannig að eins og við sjáum þá mjög gott pláss fyrir góðan völl með hlaupabraut utanum. Og hérna sjáum við aðra mynd af sömu tillögu, eða sama hugarflugi. Og nú á þriðja, þá búið að draga byggingarnar aðeins nær þingskólanum. Leikskólalóðin mjög rúmgóð, skólalóðin mjög rúmgóð. Kosturinn við þessar tillögu og þessar tillögunar sem voru núna undan, að þær byrgja alveg fyrir ríkjandi vindáttir sem eru norðan og norðaustanáttir. Þannig að það verður ofsalega svona góð aðstaða fyrir
fyrir krakkana og starfsmenn í leikskólanum og sama í grunnskólanum. Þetta lokar þessum ríkjandi köldu vindátt og bílastæðin hérna frá Þingskálanum inn á svæðið og þar á leiðandi aðal aðkoman. Og þarna sæi ég líka fyrir mér í þessari tillögu hugarflugi að það væri jafnvel hægt að færa núverandi sparkvöll, setja hann inn á skólalóðina, stækka þar að leiðandi bílastæðin við íþróttahúsið eins og við sjáum hann á myndinni og jafnvel að færa aðal innganginn inn í íþróttamiðstöðina hérna í sundið á milli grunnskólans og íþróttamiðstöðarinnar. Þá erum komið með stór bílastæði fyrir þá sem að koma í sund og með hjólhýsi eða tjaldvagna í afturdrægi og svona bara betri aðkoma. Og ásýndin af þessu lítur svona út og þetta er mjög skemmtileg svona útfærsla á þessu. Kosturinn við þessa að þarna er innra aðgengi í skólanum orðið ofsalega gott. Það er, eins og sagði áðan, í miðrýminu sem yrði þarna á milli, að það yrði 2 hæða og þar yrði öll starfsmannaaðstaða, hvort sem er fyrir grunnskóla eða tónlistarskóla og þá er stutt í hvort sem er inn í grunnskólan eða unglingaskóla eða gagnfræðaskólan og sem og inn í leikskólan. Þannig að þetta er svona sameiginlegt rými sem að verður þarna til. Leikskólinn hann er hugsaður sem, í þessari tillögu er hann hugsaður sem 6 deilda og hann er minnkaður eða hafður þannig að hann nýtir aðra aðstöðu. Þannig að krakkanir þau fara þarna að hlaupa bara yfir í matsalinni, yfir í miðrýminu og eru þar í mat og svo fara þau bara aftur inn á sína deildir. Og hérna er önnur ásýndamynd af þessu. Og 4. sviðsmynd. Og þarna er búið að draga miðrýmið aðeins nær íþróttamiðstöðinni, setja þetta hérna fyrir sunnan gamla grunnskólan, elstu bygginguna. Þarna er gert ráð fyrir að selið fari í þessu. Leikskólinn hann drægist sem því nemur og bílastæðin og lóðinar aðeins sníka til miðað við aðrar sviðsmyndir. En sem fyrr þá erum við að horfa á aðkomu frá Þingskálanum. Og ásýndir. Og 5. sviðsmynd, þá erum við búin að setja þetta miðrými alveg upp eða svona nánast upp að íþróttahúsinu, haft eitthvað og að gamla skólanum, grunnskólanum, með tengingu yfir í báðar þessar byggingar, hvort sem það er inn í íþróttamiðstöðina nú eða grunnskólan. Og leikskólinn er svo bara hafður þarna utan á, með stórri leikskólalóð sem er í ofsalega góðu skjóli fyrir ríkjandi vindáttum og mjög sælegt að vera þar. Bílastæði leikskólans eru höfð þarna fyrir austan leikskólan sem er mikill kostur að hafa innkomi inn í leikskólan ekki endilega í gegnum leikskólalóðina. Þannig að það yrði aðskilið. En svo aftur á móti er skólalóðin fyrir grunnskólan. Hún er þarna norður af og kannski ekki alveg í eins miklu skjóli og leikskólinn en það væri örugglega hægt að útfæra það með einhverjum góðum staðgróðri. Og sem fyrir þá var sett þarna að færa aðalinganginn inn í íþróttamiðstöðina, inn í þarna að miðrýminu. Og ef við sjáum þetta, kostur við þessa hugmynd er að það er hægt að byrja á miðrýminu,
byrja á byggingu þess án þess að snerta íþróttavöllin. Og svo væri hægt að taka það í notkun og svo yrði íþróttavöllurinn væri við möguleiki að fara í það að færa íþróttavöllin áður en að yrði farið í byggingu leikskóla. Þannig að það væri hægt að áfangaskipta þessu nokkurn veginn þannig. Og svo það 7. sviðsmynd og þarna miðrýmið, það á sama stað og á síðustu sviðsmynd með sömu tengingum inn í það og sem fyrir höfum að hugsa miðrými sem 2 hæða. Leikskólinn, hann aftur á móti settur hérna bara beint suður af miðrýminu og eins og ég sjáum báðar eða í þessari tillögu þá ekki gert ráð fyrir að skerða íþróttavöllin nema að lóðir leiksvæði bæði skólans og leikskólans færu inn á íþróttavöllin. Það væri hægt að útfæra það einhvern veginn öðruvísi ef það væri ekki vilji til að fara inn á íþróttavöllin, en þarna væri allavega byggingarnar utan íþróttavallarins. En það raunin ein sviðsmyndin sem að kæmi til greina. Gallinn við þessa að byggingarnar veita ekki skjól fyrir ríkjandi vindáttum. Svona væri það. Og 7. sviðsmynd, það rauninni svona álíka og ég var að segja á síðustu, nema að þá byggingarnar eru á álíka staði eða sama stað. Skólalóðin, hún bara höfð þetta svona við hliðina eða þar sem hún kemst og svo náttúrulega gagnfræðaskólinn með planið þarna við útskálana, þar sem að mörkin og körfuboltakörfunar eru. En leikskóli fengi lóð þar sem að núverandi sparkvöllur og bílastæði eru, sem að myndar ofsalega gott skjól í ofsalega góðu skjóli bæði frá byggingum sem og landslagi. Þetta náttúrulega krefst fórna færu bílastæðin fyrir leikskólalóðina sem náttúrulega ákveðin galli og yrði að finna þeim þá einhvern annan stað ef að þessi talin þörf. En hins vegar eru bílastæði höfð hérna fyrir sunnan við þingskálana sem að myndu nýtast leikskóla og grunnskóla og í þessari hugmynd hægt að komast að leikskólanum beggja vegna með aðkomu bara eftir í hvernig hönnunin yrði. Og svo erum við með ásýndarmyndir af þessum hugmyndum. Og eins og þið sjáið í þessum hugmyndum þá ekki gert ráð fyrir að færa íþróttavöllin. Heldur yrði hann hafður á sínum stað. Nú 8. sviðsmynd, þar farið svolítið aðeins verið að brjóta það sem að var lagt upp með í upphafi. En svo kom fram hjá henni Björk áðan og þá var gert ráð fyrir því að hafa leik- og grunnskóla samtengda. Eins og þið sjáið þá ekki gert ráð fyrir því en hins vegar alltaf möguleiki að gera tengigang á milli. Það allt mögulegt og jafnvel að tengja þetta inn í íþróttahús en þá erum við konum með svona gönguleiðir sem að geta verið langar sem við erum að reyna að koma í veg fyrir. Þarna fær leikskólinn ofsalega gott aðgengi, góð bílastæði og fína leikskólalóð sem þó opin að hluta til fyrir ríkjandi vindáttum en grunnskólinn það svolítið skert leiksvæðið hjá honum með það sem að og sem fyrir aðkoman þá hérna frá þingskálum. Ásýndarmyndir af þessu eru þá svona, við sjáum nýju byggingarnar þarna, þær eru hvítar en núverandi byggingar þær eru gráleitar. Þannig að þið áttu ykkur alveg hvað í þessu.
9. og síðasta sviðsmynda, hún er álíka, en þá er búið að setja leikskólalóðina fyrir sunnan leikskólan, þá bara á bílastæðin sem hún yrði ofsalega vel staðsett fyrir veðri og vindum, og skólalóð yrði þá þarna upp á sunnan miðrýmisins og bílastæði þar fyrir sunnan. Þannig að ég sæi fyrir mér að þar yrði þá aðlaðkoman inn í allavega barnaskólan eða inn í miðrýmið, og þarna yrðu góð sleppistæði frá þingskálanum. Og þetta er ásýndin af þessu hugarflugi. Og jafnframt síðasta svona sviðsmyndin eða hugarflugi sem að við útbjuggum vegna þessara kynningar. Hver er þetta, Jón? Þetta er nóg af hugmyndum til þess að skoða og velta fyrir sér og melta, og við hvetjum ykkur til þess að kynna ykkur þetta vel, velta þessu fyrir ykkur, og endilega senda okkur ef þið hafið hugmyndir, ábendingar, allt saman, og þetta verður á sérstöku svæði á heimasíðu sveitarfélagsins. Það var ekki meiri bili. Þakkum fyrir.